Komið þið sæl, gaman að sjá hvað eru margir mættir. Þetta er náttúrulega rosalega víðfeðmt viðfangsefni, þannig að ég hef verið að fara dálítið hratt yfir sögu og það væri nú eiginlega hægt að fjalla hverja og eina fuglategund í sérstöku fyrirlestri. En ég kalla þetta samt landnámsfugla Íslandi. Nú, fuglafána Íslands í dag telur 78 tegundir varffugla sem verpa hér reglulega og til samanburðar þá verpa tæplega 500 tegundir í Evrópu. Þannig að þetta eru tiltölulega fáar fuglategundir sem verpa hérna. Og svo í nágrannalandi okkar Grænlandi þá eru 58 fuglategundir. Og svo aftur til samanburðar 240 í því litla landi Danmörku. Nú, og landi leggja leið sína ýmsir farfuglar sem eru á leið til norðlægari landa. Nú, sérstæða fuglalífsins hérna mótast mjög mikið af þessari einangrun eyja langt út í Atlantshafinu og dýrin hafa haft mjög skamman tíma til landnáms á Íslandi, líklegast einhvers staðar á bilinu 10 til 12.000 ár eða frá því að ísöld lauk og líklega Ísland því ekki fullnumið af fuglum. Engu að síður þá á sér stað hér hröð tegundamyndun og það sjáum við í mörgum tegundum deilitegundum meðal fugla eða undirtegundum og ágætis dæmi þar eru músarindill og jaðrakan. Jaðrakan jafnvel gæti orðið í hópi fuglategunda sem fengju þann titil að vera sérstök tegund þegar framlíða stundir, hann svo ólíkur þeim evrópska. Og svona bara rétt þess að sýna hvað þetta gerist allt sem að hratt þarna í byrjun og þá sjáum við að landi var orðið gróið á þessu frjókornalínuriti og það orðið bara gróið mjög skömmu eftir ísöld, bara mikill gróður. Og þá gátu fuglarnir, allir landfuglarnir byrja að nema land. Og væntanlega hefur þetta tekið svona frekar skamman tíma og svo svona hægt og rólega verið að gerast landnám, en líklega gerst bara fyrstu árþúsundunum og síðan líklega verið bara svona frekar svona allt hægt og rólegt þangað til að áhrifamannsins fyrir að gæta og þeim getur nú strax í gróðurfarinu, það sjáum við hérna efst á myndinni og það sama hefur örugglega sér stað með fuglana. Nú, fuglarnir hérna eru töluvert leyti tegundar af tempruðum svæðum Evrópu en það eru líka hánorrænar tegundir, til dæmis Þórsanni. Og uppruninn aðallega í Evrasíu en einnig eru nokkrar tegundir frá nýja heiminum, til dæmis straumönd. Nú, og hér hafa sést aðeins rúmlega 340 fuglategundir. Fuglarnir flækjast hérna bæði á vorin og haustin og þeir eru að koma tilviljanakennt út af veðurfarsskilyrðum en jafnframt að þá sjáum við að það eru að koma hérna fuglategundir sem að virðast nánast koma hingað markvisst til þess að leita nýrra varpstöða. Og þegar að glöggt skoða og leita í öllum þessum bókum sem hafa voru skrifaðar fugla á 19. öld og fyrrihluta 20. aldar þá sjáum við að það heilmikil samsvörun hér á landi í landnámi fuglategunda og því sem var að gerast á meginlandi Evrópu. Það er að segja að tegundum sem var að fjölga og auka útbreiðslu sína að þeirra verður meira vart hér á landi og koma hér í auknum mæli. Ástæður þessa eru eflaust þær að þegar fuglunum fjölgar að þá nema þær öll þau svæði sem eru útbreiðslusvæðinu sem eru henta þeim og það verður ekki pláss fyrir viðbótaraukninguna í stofninu og þá fara þær að leita nýrra varpsvæða og ef þau eru til staðar þá reyna þær samt varp og nú við höfum séð sem sagt að hérna koma svo líka bylgjur, flækinga og það geta skipt miklu máli og það þá tilviljanakennt landnám og það á til dæmis við glókollin sem kom hérna í stórum hóp haustið 1995 og eins svarthresti sem flæktist í miklu mæli vorið 2000. En það breytir nú ekki því að þessar tegundir hefðu eflaust reynt hér landnám enga síður, þrátt fyrir þessa skyndilegu flækingakomu.
Nú, svona rétt til að benda á þetta landsvæði sem að ég tel að skipti mestu máli varðandi landnámfugla á Íslandi, þá það svæðið umhverfis Norðursjóinn. Að hingað koma síðan tegundir sem að bæði frá Skotlandi, Bretlandseyjum og eins frá löndunum sem liggja að Norðursjónum. Svona rétt til þess að minnast á gömlu fuglafánuna okkar, hérna spóinn. En þó að fuglafánan sé frekar fábreytt, að þá eru mjög stórir stofnar af ákveðnum tegundum hér. Og til dæmis íslenski jarakaninn, sem nefnist Íslandíka í latneska heitinu undirtegundin, og það svona 99% af öllum fuglum þessara gerðar sem eru á Íslandi á varptímanum. Svo bara örfáir í Noregi og í Skotlandi. Og spóinn, það mjög stór hluti af heimstofninum, heiðlóa jafnframt geysilega mikið, óðinsanni. Hérna sjáum við svo bara lista yfir þær tegundir sem urpu hér á 19. öld og fyrir 19. öldina. Og þennan lista, þetta svolítið smá stafir, byggir nú svona meðal annars á fuglatelli Jónasar Hallgrímssonar og Fuglafaber sem var hér, gefur út sitt efnum 1822. Og svo aftur með þýska fuglafræðinginn Hans sem var hérna og gefur út bók 1905. Og þýski fuglafræðingar voru nú mikilvægir í fyrir hluta aldarinnar hér, því að svo Timmermann sem skrifaði mjög merkilega bók fugla á Íslandi. En svo ég kom þá að efninu sem eru 9 tegundunar, þá sjáum við hérna lista með þessar helstu tegundir sem að sumum myndum kannski vilja hafa ennþá lengri, en við sjáum þarna eru stormsvala og sjósvala og þær finnast ekkert verpandi hér fyrir mögulega stormsvalan 1890 en örugglega staðfest 1927 og sjósvalan 1900 fyrst getið. Og þarna Helsingi og við sjáum ártölinu, það 88, það fyrsta varpið af því varpið sem að nú samfellt sem í Austur-Skaftafellssýslunum. Og en áður hefðu þeir verið að reyna margt meðal hans í Breiðafirði. Nú Brandöndin 1990 og við sjáum hérna Skargöndina, ég set hérna ártali 1920 en hennar fyrst getið hér sem varpfugls 1822 af Faber. En engu að síður þá virðist hún hafa bara verið mjög sjaldgæfur fugl hér alla 19. öldina og sennilega aðalega flækingur, kannski óreglulegu varpfugl. Skeiðandinn, hún kemur hérna rétt eftir aldamótin en fer ekki að verpa neitt að ráði fyrir eftir 1930. Og sama á nú eiginlega við skúfundina, hún fer ekki að verða algeng fyrir eftir aldamótin 1900. Og við sjáum þetta eru svona, það eru fuglar að koma dálítið mikið þarna á árunum skömmu eftir svona 1900 og svo framöndi svona 1930 og eftir þann tíma verður mikil aukning í þessum fuglum framöndi 1960. En svo hægir dálítið á þessu. Það koma nýjir landnámsfuglar á kalda tímanum á milli 60 og 95 en þeim fjölgar ekki mikið. Svo sjáum aftur að það komið svona dálítið bylgja núna í landnámsfugla núna síðustu áratugi, sérstaklega svona síðustu 2 áratugina. Það fjöldinn allra fuglategundar sem hefur reynt hérna varp en ekki heppnast að byggja upp stofn eða hafa fasta búsetu. Þessi listi nú sannlega ekki alveg tæmandi mér að segja. Við sjáum þetta úr margvíslegum hópum fugla og þarna eru líka tegundir með sem eru komnar til algjörlega fyrir tilstefli mannsins og það var til þess hnúðsvanur sem var fluttur hingað en svo hvarf hann aftur og mögulega var hann bara hreinlega útrýmt þegar hann fluttur hingað frá Hamborg. Og svo aftur hróköndur sem eru amerísk andategund sem flutti Bretlandseyja, fjölgaði geysilega mikið, fór að nema land hér meðal annars en menn ákvaða að útrýma henni og hún svona nánast útdauð því að hún var að keppa við aðrar andategund í Evrópu búsvæði og þótti ekki æskileg áhrif. Varðandi margar þessar fuglategundum eins og til dæmis tyrkjadúfuna sem að sjáum hérna neðst tyrkjadúfuna að hún var að reyna hér landnám upp á svona 1970 og þá var hún geysilegri útbreiðslu aukning í Evrópu. En þetta heppnaðist nú ekki hjá henni meðal annars vegna þess að sumar fuglunum voru skotnir
Og þarna tel ég að hafi bara opnast svona agnarsmár gluggi þar sem að Tyrkjaþjóðin átti góða möguleika á landnámi meðan hún var í mikilli fjölgun en líkurnar á því hún nemi land úr því sem komið fara minnkandi. Þannig heldur að fækka í Evrópu og þessi svona eiginlega sem getur svona sagt svona útbreiðslu aukning og skotri svona fugla út fyrir núverandi útbreiðslu og hún minnkandi. Breytingarnar sem þær endurspegla breytingar á fuglalífi í upprunalöndum tegundana ásamt þróun í mannvirta landslagi, öllu þessu landi sem við höfum verið að breyta mennirnir. Og það vekur meðal annars athygli í þessu sambandi að margar af þessum tegundum vilja vera staðfuglar og geta suma hverjar eingöngu lifa hérna við núverandi aðstæður fyrir tilstilli okkar. Til dæmis höldum við uppi tugum þúsunda spörfugla á veturnar bara með fuglafóðrun, svo eitthvað sé nefnt í því sambandi. Við höfum verið að byggja sumarbústaði í gríð og erg og við nánast alla sumarbústaðin eru ræktuð tré og sumstaðir eru fóðraðir fuglar og þá eru rúmlega 10.000 sumarbústaðir 2006 en í dag eru sumarbústaðir ásamt frístundahúsum 15.000. Þannig að þetta geysileg breyting bara að því sviði. Nú skógarnir, þeir hafa verið að breytast mjög, bæði vegna þess að birkiskógarnir eru víðast hvar friðaðir og beit hefur minnkað mikið, en síðan er verið að rækta gríðarlega mikið af skógum af innfluttum trjátegundum og útbreiðsla skóga hefur nánast og eiginlega rúmlega tvöfaldast frá því sem var fyrir 100 árum síðan. Nú, varðandi landnemana þá eru ýmsar tegundir sem hafa reynt hérna varp aftur og aftur og gengið mjög vel varpið. Þar að segja þær hafa verið að koma upp ungum en hafa ekki getað byggt upp stofna. Og þar tel ég að skipti mestu máli að þetta eru fuglar sem hafa sterka tilhneigingu til að vera farfuglar og ef að reyna ekki að dvelja hér allt árið sem að gæti í sumum tilfellum heppnast eins og með finkutegundirnar að þá óvíst með að það skili sér tilbaka og það virðist vera raunin með fjallafinku, bókfinku og gráþröst. Landsalan hins vegar að hún alltaf verður að leita sig til Afríku til þess að lifa veturinn þar sem hún finnur flugur. Það tekur langan tíma að byggja upp stofn og koma upp farleið til heppilegra vetrarstaða og þar kemur semst þessi einangrun landsins langt út í Atlantshafinu sérstaklega við sögu. Og það eru undantekningar frá þessu með fuglategundirnar sem hafa verið að nema land sem að að sýna útbreiðslu breytingar og fjölgun í Evrópu, en það til dæmis fjallkjóin, þetta kannski bara eitt eða tvö pör sem verpa hérna. Og snæuglan hefur hugsanlega verið hérna mjög lengi, en hún hefur minnst kosti verið hérna svona meira að minna alla 20. öldina, en það ákaflega takmarkaður stofn og svona óöruggur, getum við sagt. Og sama á við dvergmáfinn, hann reyndar sýndi útbreiðsluaukningu í Evrópu en það hefur nú bara fundist eitt par sem er búið að vera ansi lengi við Mývatn. Nú loftslagsbreytingarnar sem hafa verið að eiga sér stað, þær auðvelda fuglunum mjög landnámið af því það vorar fyrr og það eru mildari sumur og haustar seinna og fyrir staðfugluna þá styttri og mildari vetur sem skiptir hvað mestu máli og auki fæðuframboð. Og í nýlegri bók þar var því spáð út frá loftslagsbreytum að 86 fuglategundir myndu nema hér land. Þetta verður nú að teljast fremur ósennilegt að muni gerast þar sem að sumar af fuglategundunum sem var spáð hér landnámi að þær geta ekki komist nema fyrir tilstilli mannsins á milli landa, svo sem spætutegundir og fleiri tegundir sem eru ekki reglulegi farfuglar. Þannig að þetta nú sennilega heldur hárspá en hún engu að síður mjög áhugaverð. Og það samt ört landnám í gangi og landnámi virðist ganga dálítið í bylgjum. Að hanga nokkuð saman við hlýindaskeið tímabils 1920 til 60 og svo aftur þetta hlýindaskeið sem við erum að upplifa núna sem að má segja hafi byrjað svona 1995 eða sem líka viðmiðið þegar jöklarnir tóku að hopa verulega á nýjan leik.
Nú bæði okkar gamalgrónu varpfuglar og eins sumir af þessum nýju landnemum, þeir eru að koma æ fyrr á vorin til landsins. Og það átti sér reyndar sans og þeir verpa jafnvel fyrr. Það átti sér sansvörun á hlýindatímabilinu frá 1920 til 60. Svoleiðis að svona sveiflur að þær hafa átt sér stað áður. Og hérna sjáum við svo bara línuritið yfir hérna veðurfar í Stykkishólmi sem er ein lengsta syrpa af nákvæmum veðurfarsmælingum sem til eru bara í heiminum. Býtu nú við, þetta ætla ég ekki að gera. Kjartan, ítti ótt að vitlaust að taka hana. Býtu nú við, já, býtu nú við. Hvernig tekið þetta vídeo af? Ítti ótt að hana. Jæja. Þetta er sem sagt hérna 19. öldin og svo sjáum við þessa brekku hérna frá 1920 þar sem að hækka mjög hitastigið og svo kemur aftur þetta tímabil hérna árunum kringu 1960 og við sjáum hvað er kalt þá en þó er hlýrra meðalhitinn heldur við sáum það sem var verst á 19. öld. Landnámið hangir svona dálítið saman við þetta hérna og svo aftur þetta hérna en enga síður að þá er greinilegt að sumar af landnámstegundunum að þær voru byrjar á landnámi þó að væri ekki farið að hlýna neitt að ráði og það til dæmis skúföndin og gargöndin og það segir okkur að það er fleira sem eiga sér stað heldur en hlýnun. Nú á þessum tíma sem ég er að fjalla að þá urðu líka þær breytingar að 3 fuglategundir hurfu hér og hættu varpi. Svo fyrsta var geirfuglinn sem var útrýmt 1844 og síðan hverfa þarna 2 fuglategundir sem eru keldusvín og keldusvínið að það er nú ein megin ástæða fyrir hvarfi þess og það er útbreiðsla mink sem var náttúrulega fluttur hérna inn upp á 1930 og síðan þegar keldusvín endanlega hverfur hérna sem varpfugl að þá fer saman framræðsla, köldár, hafísár og samt að minkurinn er komin út allt land. Minkurinn hann drepur nú aðalega keldusvín á veturnar þegar eru jarðbönn. Haftrillin hverfur einnig þarna árunum svona, þeir síðustu fuglarnir eru svona rétt upp úr 90 og hafði verið fækkandi. Það er ekki víst að þetta hafi stafað af kólnandi veðurfari því á sama tíma haftrillin hvarf úr Grímsey og þá var lundin að breiðast út alla eynna og hann tók sem sagt varpstaði haftrillins yfir og hrækti haftrillin þannig að síðasta pari var langt upp á ey þar sem voru engir lundar í grjóti sem hafði verið notað í flugvallagerð. En það er ýmsar hættur sem stafa að fuglalífinu líka í nútímanum þannig að við erum ekki bara að horfa á fjölgun fugla heldur þurfum að gæta því að það er margt sem er að breyta sem hefur líka neikvæð áhrif og það geta verið virkjanir, stíflur, landbúnaður, breytingar í landbúnaði geta verið mjög neikvæðar sumar hverjar. Nú framræðsla mýra, mengun, sumarbústaðabyggð og vegagerð og skógrækt, þetta hefur allt saman áhrif til dæmis á mófugla, þar sem að landnotkunin er að keppa við mófuglana þó að skógarfuglum fjölgi. Og nýju landnýmannir að þeir hafa margir hverjir tilhneigingu til þess að reyna að vera hér staðfuglar. Og hérna er lista tegundir sem eru að hluta til staðfuglar eins og til dæmis skúfönd, hettumáfur, stormmáfur. Nú svo eru aðrar sem eru nánast algjörlega staðfuglar hérna eins og silfumáfur. Brandöndin hefur verið að reyna að vera hér á veturna þó að séu farfuglar og bjargdúfan sem er nú afkomandi húsdúfu og hún er hér algjör staðfugl. Brandfuglur og eyruglur sennilega mestu leyti staðfuglar
svarthreistirnir staðfuglar, sem nýju svarthreistir. Og þetta að það að þeir skulu geta gerst staðfuglar, að það auðveldaði þeim landnámið. Það er erfitt að sjá fyrir sér hvernig þetta muni þróast í framtíðina, en hugsanlegt er eftir því sem að stofnarnir stækka, að þá muni þessi fuglar reyna að gerast farfuglar. En þetta eigum við eftir að sjá bara í framtíðinni. Nú helstu ástæðuna fyrir þessum breytingum á útbreiðslu fuglana, oft eru nefndar til söguna loftslagsbreytingar og það gerir nú fyrstu fuglafræðingarnir hérna sterklega eins og Bjarni Sæmundsson 1937 og síðan Timmermann, Gunther Timmermann, þýski fuglafræðingurinn og svo aftur Finnur Guðmundsson. Og loftslagsbreytingar hafa verið nefndar til sögunar alveg fram á þennan dag sem aðalráðandi þátturinn í nýrri og breyttri útbreiðslu fugla. En líklegast eru það þó aðrar mannvistarbreytingar sem eru að spila enn sem komið stærstu rulluna. Nú við höfum samt séð þessa þróun í Evrópu þar sem Danirnir kallað kultúrsteppin og það er samt þessi akuryrkja, tún og akrar sem hafa tekið yfir æ stærri svæði. Við sáum að andfuglarnir hafa verið að koma hérna margir hverjir nýja tegundir og það tel ég að stafi að verulega leyti af mannvistaráhrifum sem eru til dæmis tugir þúsunda stöðuvatna sem hafa verið búin til í Vestur-Evrópu. Vegna malanáms, vatnsból, stíflur, tjarnir í almenningsgörðum og svo nefni hérna glerinu sebraskel, það er skeljategund sem hafa flutt frá Kaspíahafinu og hefur numið land nánast alla Evrópu er mikilvægur andamatur og var ekki til áður í Vestur-Evrópu. Og við sjáum á Íslandi hafa líka verið búin til stöðuvötn og mikil fuglavötn eru til dæmis Bessastaðatjörn og Bakkatjörn sem voru áður sjávarvíkur eða sjávarlón. Og svo eru malanámutjarnir til dæmis í Fljótshlíðinni þar sem er geysilega mikið fuglalíf. Nú framræðsla votlendis hefur haft verulega mikil áhrif á Íslandi á fuglalíf og hefur örugglega orsakað mikla fækkun í óðinsanna, breytingar í útbreiðslu hjá jaðrakan og eins miklar breytingar í útbreiðslu hjá flórgoða og fækkun. Nú aðrir þættir sem eru að spila sterklega hérna inn borgmyndun, fiskveiða, skógrækt og landgræðsla. Og hérna sjáum við brandönd og hérna eru þá andfuglategundirnar sem hafa numið land hérna ásamt helsingja. Og með þeirra þáttar sem hafa hvað mesta áhrif á þessa andfugla eru áburðaráhrif frá manninum, auðgun stöðuvatna. Áhrif skógeðinga geta líka haft og hafa spilað inn í, því þá dregur súrnun stöðuvatna frá visnandi laufi og barnálum, stærri akrar og tún og svo friðun hefur haft mikla þýðingu. Aukin friðun eins og til dæmis fyrir gæsategundirnar. Friðun felst nú kannski fyrst og fremst svo sem skiptir mestu máli í því að það hafi verið gerð mörg friðlönd þar sem að þær hafa öruggt skjól. Þannig svo að hettumáfinn, mávarnir að það eru margar nýjar tegundir líka og það er gífurleg fjölgun í Evrópu, alla 20. öldina og fjölgunin stafaði sem sagt og fór samhliða náttúrulega mikill mannfjölgun í Evrópu en hún stafaði sem sagt af því að það voru gerð fjöldinn allra fuglafriðlöndum og ýmsum eyjum í Evrópu þar sem mávarnir höfðu góð skilyrði til að verpa. Eggjataka var víða bönnuð fyrir hluta 20. aldar. Svo breyttist aftur þegar þeim fór að fjölga svo mikið að maður vildi fara að losna við þá. Nú aukin fæða, það er fiskúrgangur, öskuhaugar, fóðrun og skólpúrgangur, friðun, já, hérna er ég komin aftur á þessu fyrir og jafnframt má nefna hérna landbúnaðina, mávarnir elta plógin og sækja mikið í slegin tún til þess að tína bæði maðka og snigla og fleira. Máfunum er byrjað að fækka og það er greinileg fækkun víða í Evrópu, víða í Norður-Ameríku og þessari fækkurinn er farið að gæta hér aðeins. Og ekki nóg með það að þegar við sjáum þessa fjölgun á máfum inn í miðri Reykjavík, þá kann hún að hluta til að stafa af þessum breytingum sem er að verða. Að þegar mávarnir hafa ekki aðgang að þessari fæðu sem þeir höfðu áður, þá sækja þær inn í borgina í leit að fæðu.
Og hérna sjáum við glókollinn sem er eina af þessum nýju fuglategundum. Og hann á sér dálítið athyglisverða landnámssögu líka. 1995 þá kemur hann í stórum hópum og hann velur sér búsvæði í greni. Hann gerir staðfugl á Íslandi og hann lifir á grenilús fyrst og fremst. Og þessi grenilús á sér dálítið athyglisverða sögu því að hún er grenilús sem lifir á rauðgreni sem er lítið ræktað á Íslandi en hefur flutt sig yfir á sitkagreni sem er mikið ræktað hér á landi. Og aðrir svona bartrjáfuglar eru til dæmis krossnefur og barfinka sem eru algjörlega háðar bartrjám, aðalega greni. Og það eru innlendu tegundir líka notar þessa nýju skógrækt og það eru meðal annars músarindill og auðnutillingur, skógaþröstur, maríella, svartþröstur. Að þetta eru samt fuglar sem að nýta sér barrtrén mjög mikið, bæði til varps og fæðuöflunar. Barrtrjáfuglunum hefur fjölgað geysilega mikið í Evrópu vegna ræktunar á barrskógum og í raun og veru voru eiginlega engir barrskógar í Vestur-Evrópu svona í byrjun 19. aldar. Þannig var norður-þýska lágsléttan eiginlega alveg laus við barrtré, Holland, Belgía, England, Írland, Danmörk, Suður-Svíþjóð og meira að segja grenið það náði eiginlega lítið inn í Noreg. Rétt svona miðbygg Noregs það sem kom yfir fjallgarðinn. Í Evrópu eru þetta 15 fuglategundir sem hafa numið landi í þessum barrskógum og meðan við erum að sjá bara svona lítið brot af þessu koma hingað. Og skógræktin hún hefur reyndar áhrif á líka tegundir sem eru kannski ekki eiginlegir svona trjáfuglar en það eru til dæmis eyruglan og skógarsnípan. Skógarsnípan er hópi vaðfugla en hún sækir mjög í skóga til varps og fæðuöflunar en vill nú gjarnan svona blandaða skóga og þarf helst að hafa mikinn undirgróður. Og þar koma svona beitarmál mjög við sögu. Og það hefur einmitt verið að gerast hér að það hefur dregið mjög úr beit og flestir skógar hér eru friðaðir fyrir beit. Og þannig hafa skapað skilyrði fyrir skógarsnípu. Nú svo við komum aðeins að glókollinum aðeins nánar. Hérna sjáum við samt útbreiðslukort fyrir glókoll eins og útbreiðsla hans er í dag. Þessi útbreiðsla, hún samsvarar eiginlega alveg útbreiðslu grenitegundana. En hérna er hann ekki sýndur á Íslandi. Þetta er úr þessum fuglaatlas með veðurfarsbreytunum. Hérna sjáum við svo útbreiðslu rauðgrenis eins og hún var áður að fara að rækta greni alla Vestur-Evrópu og löndin umhverfis Norðursjóinn. Hérna sjáum við svo hvernig útbreiðslunni var spáð fyrir glókollinn og hérna sjáum við að hann er samt kominn til Íslands og þetta var spá sem út frá þessum loftslagsbreytum sem var gerð án þess að þeir hefðu vitneskju það að glókollur var þá þegar búin að nema land hér á landi. Og hérna sjáum við mynd af krossnefjunum, barfingunni sem er svona rétt að byrja að festa sig hér í sessi. Í Evrópu eru að vera geysilega miklar breytingar á fuglalífi og þetta lítum dálítið að því að þeim fuglategundir sem fækkar að þær verða svona ólíklegri til landnáms og sumar af fuglategundir sem hafa numið hér land að ef þær hefðu ekki numið land þá væri þær ólíklegri til landnáms núna heldur að það voru við landnámstíman. Það er til dæmis starfinn. Það er samt geysileg fækkun í sumum af þessum fuglum sem tengjast mannvistarlandslæginu, akuryrkjulandslæginu. Til dæmis sönglavirkja, þetta er algengt þetta sé 70% fækkun allmörgum tegundum. Og ein mjög stór breyting sem er að verða er svo að nú eru víðast hvar í Evrópu tún og engi að hverfa og það er allt tekið undir kornrækt. Og húsdýrin eru bara höfð á húsi allt árið umkring. Það sjáum við skógarsnípuna og hérna sjáum við svo útbreiðslu skóga á Íslandi í dag og þetta er agnarsmátt allt saman því að þó menn telji nú að kunna vera svolítið ógn af skógum
fyrir mófuglana á láglendinu, þá sjáum við þetta ennþá svona mjög takmörku útbreiðsla skógum og rauði liturinn sýnir samt ræktutré og þetta hérna austur á Héraði, Borgarfjörðurinn hérna, svo sjáum við svona birkikjarrskóga eins og í hraununum hérna fyrir sunnan sem að virðast vera mjög stórir, hérna við Þingvallavatn. En útbreiðsla nýju fuglana eins og til þess glókots, krossnefs, að hún helst mjög í hendur við þessa útbreiðslu skógana. Krossnefurinn hér austur á Héraði, hann hér í Eyjafirði, Vaglaskógi, svo hann hérna á Suðurlandi, svona uppsveitunum, Haukadal, Þjórsárdal, Laugardal, Grímsnesi, hérna Reykjavíkursvæðið og svo aftur upp í Borgarfjörð í Skorradalur. Nú, þessar tvær uglutegundir eru líka nýir landnemar hér. Branduglan kom frekar snemma á 20. öld og er með útbreiðslu á láglendi nánast allt land. Og eyruglan hins vegar er svona frekar ný og hún fylgir dálítið mikið sumarbústaðalöndum. Branduglan kom sem þarna og varð algeng á tímabili frá 1920 til 60 og fyrsta örugga varpið var 1912. Í Evrópu er svona flókið munstur hjá branduglinni en það er greinilegt að hún var svona púlsa og það fjölgaði mjög mikið á tímabilum, aðalega vegna þess hvernig skógarhögg var stundað, þar sem að gat orðið mjög mikið af músum á svæðum þar sem skógur hafði verið hogginn og nýr skógur var að vaxa upp. Eyruglan hins vegar, hún verpur aðalega í krákurhreiðrum í Evrópu og henni fjölgaði mjög með barrtrjáræktinni og jók mjög útbreiðslu sína og hún er að nema samskonar umhverfi á Íslandi eins og er hennar búsvæði í Evrópu. En skilyrðin sem að þessar uglur þurfa er meðal annars að það séu mýs og á Íslandi voru ekki til mýs fyrir landnám og hagamúsin sennilega flust með landnámsmönnum til landsins. Húsamúsin, það er ekki alveg vitað með vissu hvernig hún fluttist, hugsanlega strax á 12. eða 13. öld en líklegast þó aðalega á 19. öld. En við erum jafnframt að búa í haginn fyrir þessar uglur með alls konar öðrum aðgerðum eins og til þess ræktun lúpínu sem að vera mikið kjörlendi fyrir mýs. Nú kornrækt getur einnig aukið fæðu skilyrðin fyrir uglurnar og skógrækt er mjög mikilvæg fyrir uglurnar og veturnar. Og eyrugluna til varps, en branduglan hún verpir í mólendi. Svona aðeins að hleypa yfir sögu svartþrastarins líka, að hann á sér dálítið merkilega sögu í Evrópu að svartþrasturinn var frekar sjaldgæfur, mikið veittur skógarfugl í Evrópu og styggur, en í kringum 1870 að þá fyrir hann að verpa í auknum mæli í návist við manninn og það var akkurat þessi umdeilda sveitaborg Brussel sem var fyrsti svona staður sem er skráð að svartþrestir fara að verpa í borgargörðum og almenningsgörðum. Þetta háttalega breyttist síðan út alla Evrópu á næstu áratugum og svartþrestir eru núna miklu algengari heldur en þeir voru áður en tóku upp á því að sækja svona í þetta mannvistar umhverfi. Merkilegt nokk er að þegar svartþrestir nema land á Íslandi, þeir koma fyrst 85 svona og fara að verpa reglulega og svo verður mikið það eftir 2000 þá flæktust þeir hingað í stórum stíl og urpu. Að þeir tóku upp þetta háttalega líka sem þeir hefðu tekið upp þarna á 19. öldinni á meginlandinu. Þeir gerast hérna staðfuglar, kjarni útbreiðslunnar er Reykjavík, nánast 101 svæðið og reyndar svona stóri svona skógræktargarðar eins og skógræktin í Fossvogi.
og þeir lifa nánast eingöngu í borgarumhverfinu, en núna eru þeir eftir því sem fjölgar að færa sig lengra og lengra út í svona náttúrulega umhverfi og síðan í svona skógræktar umhverfi, svo til dæmis heiðmörk. Og útbreiðslan er þó nokkuð mikil víð land núna. Þeir eru komin til Akureyrar og á Blönduósi eru þeir, Selfossi og upp í Borgarfirði nýverið í Skorradal og við Deildartungu. En sennilega gætu svartrestir ekki lifað hérna nema bara í mildustu árum án aðstoðar mannsins, því að þeir lifa mjög mikið á fuglafóðri á veturnar. En þetta er stofn sem telur þúsundir fugla. Hérna sjáum við svartræstapar með unga, Blönduósi. Önnur breyting sem hefur verið að verða hérna, að loftslagsbreytingar hafa verið að gera akuryrkju af vænlegri kosti á Íslandi og byggrækt hefur aukist verulega mikið. Við sjáum þessar tölur hérna frá 1991 og svo aftur 2009 og þessi kornrækt, hún hefur mjög mikil áhrif fyrir vissar fuglategundir og það er meðal annars bjargdúfan sem er afkomandi húsdúfu og svo aftur hringdúfa sem hefur verið að reyna fyrir sér varp hérna og er kannski líkleg til þess að setjast hér að. En það er samt geysilega mikið af korni sem fellur til á ökrunum, 10–20% af öllu korninu bara fellur á agrana að þess að vera uppskorið og þetta verður samt fæða fyrir fuglana allan veturinn. Mávarnir, geysilega mikil breyting þar og undan mávanum var til dæmis fíllinn sem fór í mikla fjölgun sennilega vegna hvalveiða og fiskveiða, en við sjáum samt að mávarnir þeir lifa geysilega mikið á alls konar frákasti og fleiri sem kemur frá okkur og fjölgun mávanna hún helst í hendur bæði í Evrópu, Vestur-Evrópu og hér við mannfjölgun og við aukningu í fiskveiðum og aukningu á sorpi, skólpi og ýmsum svona fæðulindum. Það er áhugavert að setja þessa hluti dálítið svona aðeins í samhengi við svona þéttbýlismyndun og þróunin á þéttbýlismyndun. Sjáum hérna hvað er að gerast hérna, hvernig eiginlega allir Íslendingar búa núna í þéttbýli. Áður fyrir bjuggu þeir eiginlega allir í dreifbýli. Og sama hefur átt sér stað í Evrópu. Og þetta gerist í afhliða þessar ofboðslegu mannfjölgun, þar sem að til dæmis frá 1800 í Evrópu voru 400 milljónir íbúa en eru 750, tæplega 750 milljónir í dag og Íslandi, þá fara Íslendingar úr kringum 80.000 íbúa seinni hluta 19. aldar upp í hvað er það núna, 325.000 eitthvað svoleiðis. Áhrif mannsins geta verið mjög margvísleg og við getum haft verulega neikvæð áhrif á fuglastofna og þess vegna er ákaflega mikilvægt að hafa góða stýringu og væri nú mjög gott að náttúruverndarlögin tækju gildi og ný fuglaverndarlög eða villdýralög, en hérna sjáum við sem blesgæsir sem voru skotnar reyndar á þeim tíma sem maður mátti skjóta öllum líkindum, en þær eru ennþá skotnar í dag og þetta er stofn sem er í tölvuri útrýmingahættu. Svo ætla ég svona í lokaorðunum aðeins að koma að framtíðinni og þessari nútíð sem við lifum. Nýju fuglategundar sem hafa náð nokkur útbreiðslu, þær eru náttúrulega ánægjuleg viðbót við fuglafánuna, en þetta eru allt saman fremur algengar útbreiddar fuglategundir sem voru í útrás með stækkandi stofnum og aukinni útbreiðslu á landnámstímanum, en nýskýlir á Íslandi gera þeim landnámi kleift og það eru samt blikur á lofti. Það er alveg óvíst að við eigum eftir að sjá neitt verulega fjölgun á þessum tegundum sem eru að nema hérna land, en það sem hafa numið land, þeim mun fjölga öllu líkindum. En það sem hefur að gerast er meðal þessi fragmentasjón, uppbrot á landi, þar sem að landið er skorið niður í alls konar einingar, hvort sem að eru landbúnaðar einingar eða með vegagerð og skógrækt og þetta getur haft í ákveðin áhrif, en leið þetta fer yfir einhver ákveðin mörk þá fyrir þetta að hafa mjög neikvæð áhrif.
En Ísland samt mjög mikilvægt fyrir ákveðna fuglastofna eins og lóu, þræl og óðinsanna. Og landið sem að fuglarnir hafa hér ekkert óskaplega víðáttu mikið. Það eru fyrir neðan 200 metrana ekki nema rétt 25.000 ferkílómetrar og þar er kannski svona 17.000 ferkílómetrar gróið land. Og gróið land ekki alls nema 24.000 ferkílómetrar. Og þetta aðal búsvæði allra fuglategundana. Það eru örfár sem eru svona í þessum nánast algjöru auðnu svona eins og sandlóa. En það samt landnotkun og loftslagsbreytingar sem að munu verða helsta ógnin við fuglalíf hér á landi eins og svo víða annars staðar. Mikilvægt verður að vernda votlendi í framtíðinni til að halda í þær fuglategundir sem við höfum og taka þá ekki votlendi til skógræktar eins og tilhneiging til. Við munum sjá það að hárnorrænu fuglategundir þær eiga eftir að víkja og vera víkjandi og við erum jafnvel að horfa á þau áhrif nú þegar að það að fækka á láglendi snjótillingum, sendlingum og þetta svona þróun sem líklegt að muni halda áfram. Við munum sjá sem fækkun í máfunum, það svona nánast alveg víst og sjófuglum, það svona erfitt að spá það hvað mun gerast, verður hansíli áfram sjaldgæft og tekur makríllinn alveg yfir og svo framvegis. En það mikil fækkun í sömu sjófuglastofnum. Það verður rosalega mikilvægt að huga að skipulagi meðal annars beitar því að hún hefur verulega mikil áhrif á búsvæði fuglana. Skipulagi skógræktar og þá það nú aðalega svona staðarvalið, hvar á að rækta skóginn. Fyrir fuglalífið það miklu æskilegra að rækta það í bröttum hlíðum heldur en á sléttu láglendi. Og það þarf að huga fuglaviðanum, samanber blesgæsin. Ég tel þó að það séu líkur á því að þetta landnám sem í gangi núna, það muni halda eitthvað áfram. En það verða þá aðalega fuglategundir sem eru í fjölgun í Vestur-Evrópu sem verða, eru líklegar til þess að reyna. Og þetta fer ekki alltaf alveg eftir þessum reglur sem maður heldur hérna sjá Helsingi á Breiðamerkurlóni og Helsingi á honum hefur verið að fjölga óvenju mikið alla Vestur-Evrópu en þetta samt eitthvað sem hár norræn varpfuglategund og en að veikast mjög hér á landi. En ég ætla þá að láta þessu lokið hér. Ég vil þá einhvern veginn þakka fuglafræðingunni hér á Náttúrufræðistofnun fyrir góðar leiðbeiningar og ráðgjöf samt í þess að við hefum verið að vinna undanfarin ár og forstjóri Náttúrufræðistofnunar fyrir landinu hafa hér góða vinnuaðstöðu. Við þökkum Einari kærlega fyrir þetta fróðlega yfirlitserindi en tíminn hér bil hlaupinn frá okkur en við höfum samt nokkrar mínútur fyrir spurningar. Vinsamlegast kynnið ykkur eða segið til nafns ef áhugi á því að bera fram spurningu til Einars. Hann hefur kannski tæmt bara efnið. Já, þakka fyrir ágætserindi, Valdimar Leófætt. Ég kem nú hérna sérstakri þráhyggju sem ég hef og það að tína svartbaks og sílamásegg. Þú myndist á áðan að máum hefði fækkað aðeins, ég tók eftir því lýsingarorði. Ég man eftir í 69 þegar maður byrjaði á þessu Akrafjalli að þá voru þetta 100 ef ekki 1000 af svartbaka sem að verptu þarna í Akrafjallinu og ég hef tínt alveg stöðut síðan, en nú enginn. Ég fann örfá einhverja 10 fugla bara niður á láglendi. Fyrir utan það þá sílamárun alveg horfið úr fjallinu, hann aðeins utanlega og mest niður við þjóðveg. Þannig að ég var bara að veltaði fyrir mér yfir höfuð svartbakurinn, hann á algjöru undanhaldi á landinu? Já, svartbakurinn hann hefur verið á undanhaldi bara nokkuð lengi. Hafði reynda fjölgað svona mjög mikið svona alveg fram yfir miðja síðustu öld.
en hann á undanhaldi. Hann náttúrulega bæði að víkja fyrir samkeppni við silfurmá og við sílamá, en fjölgun á ref hefur líka verulega áhrif, en þá skyldi maður nú ætla að sílamáðarnir myndu nú hugsanlega flytja sem set og þessu mávar sem voru til þess að verpa upp á Akrafjalli og upp á Esjunni og fleiri stöðum, en það ekki að eiga sér stað. Þannig að þetta raunveruleg fækkun og það mjög sennilegt að við munum sjá áframhalda þessari fækkun á næstu áratugum. Sturla Friðriksson hérna allar rétt að benda á að upp í Borgarfirði þar sem ég þekki til, þar hefur flórgoða og óðishana fækkað mikið og ég kenni það mikið að minkurinn hann veiðir þessa fugla og þeir á að horfið alveg hreint í umhverfi mínu. Og annað það að ég held að hrafnir hljóti að fara fækkandi vegna þess að öllum bæjum í sveitinni þar allur úrgangur settur í plastpoka og hendur út í gáma og það fellur ekki til fyrir krumma. Já, þetta eru áhugaverðar ábendingar. Flórgoðanum hefur örugglega fækkað samhliða fjölgun á mink og framræslu. Það eiginlega alveg ljóst að bæði voru margir varpstaðir ræstir fram og síðan settist minkurinn af við vötn og tjarnir þar sem að flórgoðinn verpur. Varðandi óðinsann ég ekki eins viss að minkurinn hafi mikil áhrif á hann, því að þá ætti hann líka að hafa haft áhrif á ýmsa aðrar tegundir vaðfugla svo sem lóuþræl og jaðrakan, en við hefum ekki alveg séð þess merki. Þannig að ég tel að fækkun óðinsanna á 20. öld hefði fyrst og fremst af framræslu. Ragnhildur Þórarinsdóttir heiti ég. Mér langaði að spyrja þau eldgosin 2010, eða þessi 2 sem voru þarna, og hvaða áhrif þú telur það hafi á þá fugla sem koma upp í Skaftafellssýsluna sem jú fyrsti staður margra fugla. Þetta var allt á varptíma sem að voru til. Eldgosin bæði í Eyjafjallajökli og eldgosi í Grímsvötnum, það hefðu mikil áhrif á fuglalíf og það misheppnaðist eiginlega allt varp til dæmis undir Eyjafjöllum og út af gosinu í Eyjafjallajökli og svo aftur misfórst nánast allt fuglavarp á Síðu og í kringum Kirkjubæjarklaustur og Landbroti og þetta nú öllum líkindum mestuleyti frekar skammvinn áhrif, nema kannski það sem allra mest hefur fallið á öskunni, en áhrifin eru af ýmsum ástæðum og eina ástæðan svo að svo virðist vera sem eldfjallaaskan, sérstaklega svo sem komur á Eyjafjallajökulsgosinu, hún hafi verið mjög eitruð og drepið skordýr, þannig að fuglarnir hefðu ekki fæðu, og svo tekur það nokkur ár að koma aftur. En þetta maður á eftir að sjá hvernig þetta þróast fuglalífið austur og þarna fyrir austan til dæmis. Það minnkaði greinilega fuglalíf líka í Þórsmörk, en það virðist vera að koma aftur. Já, sæll og takk fyrir gott erindi. Mér langaði að spyrja tvennt, annars vegar í sambandi við Steinar heiti ég, ásakið, Steinar Björgvinsson. Mér langar að spyrja í sambandi við skógarsnýp og þú vorst að tala að mikið af þessum nýju landnemum væru algengir fuglar og sem væru eða hefðu verið í útþenslu. Mér langaði að spyrja þig varðandi skógarsnýp í því sambandi, því mér finnst ég að hafa heyrt hún ætti vöka að verjast við það. Og svo í sambandi við íslensku bjargdúfuna, hvort það eins og mér skildist á þér að íslenska bjargdúfan sé komin af tömdum eða hálftömdum dúfum, eða hvort eitthvað sem vita það yfir höfuð. Já, varðandi skógarsnýpuna, saga skógarsnýpunar í Vestur-Evrópu dálítið flókin og það dálítið löng saga, en það til þess af heimildu þá getur maður lesið það, út úr heimildu getur maður lesið það að það var mikil fjölgun á skógarsnýpu á Bretlandseyjum og í Skotlandi sem fylgdi skógræktinni, feiknarlega mikil skógrækt þar. Sama átti sér stað í Danmörku
Á 19. öld var skógarsnípa sára sjaldgæf nema sem fargestur í Danmörku. Skógarsnípan mikið skotin, mikið veitt af henni og það hefur verið að draga úr þessum veiðum. Hún var veitt á vorin þegar karlfuglarnir voru að fljúga svona sitt pörnaflug yfir skóginum undir miðnætti, það voru menn að skjóta þær. Þetta var bannað svona fljótlega upp á 1970 og eiginlega búið að banna í öllum Evrópulöndum núna. Þannig að það hefur nú verið svona jákvæð þróun fyrir skógarsnípuna, en enga síður þá hefur líka átt sér stað neikvæð þróun annar staðar þar sem að búsvæðum hennar hefur eytt. Þannig að þetta svolítið svona flókið spil sem í gangi varðandi skógarsnípuna. Varðandi bjargdúfuna eða húsdúfuna, sumir hafa komið tilgátur það að þær hafi flust hingað frá Færeyjum. En það ekki mjög mikið af þessum bjargdúfum í Færeyjum, og í Færeyjum það mjög blandaðar og blandast reglulega saman við húsdúfur sem að menn eru að rækta, og það sama á sér stað hér. Og samgangur í fuglalífi á milli Íslands og Færeyja ekkert ýkja mikill. Færeyjar eru svona dálítið austan við þessa farleið sem íslenski fuglar fara til dæmis, og ég tel eiginlega sennilegt að þessar bjargdúfur eða húsdúfur sem hér verpa í svona náttúrulega umhverfi eins og Austfjörðunum og víða núna í Mýrdalnum til dæmis, að þær séu upprunnar frá fuglum sem voru hér í haldi. Þetta sé raunverulega innflutt tegund. En þessar marglitu dúfur eins og hvítar og brúnar og svartar, að þær verða fremur veiddar af fálkum heldur en þær sem eru í þessum gráa lit og þær sem skera svo úr hópnum. Og þetta sjáum til þess að á Reykjavíkurtjörn, að það alltaf að koma einhverjar svona aðlit dúfur þangað, en þær hverfa mjög fljótt, en hinar halda velli. Og þannig reynst þessi stofn mjög hratt og verður í þessari upprunalegu svona villimynd á bara örfáar kynslóðir. Spurningalistinn tæmdur. Kannski ein hérna alveg að lokum. Það hefur verið rætt það að öndum hafi fækkað, að tegundum hafi fækkað á tjörninni, og rætt það að flytja þær þangað eins og gert var á árum áður og vakta þær. Telurðu þetta hugmynd sem maður mætti færa víðar og gera þetta víðar land? Já, þetta dálítið flókin spurning að svara. Það vel hægt að flytja öndur á milli landshluta og það hefur gert áður og með ágætum árangri. Vandamálið við tjörnuna nú fyrst og fremst mávarnir sem sækja svo mikið á tjörnuna og éta nánast alla andarunga sem þar koma. Það hefur reyndar verið nefnt eitthvað svona fæðuskortur í því sambandi líka, en það vantar nú miklu betri athugunar á því. En það vel hægt að gera þetta. Ég tel reyndar að ef menn vilja fjölga öndum, að þá ætti þeirra frekar að hyggja til dæmis að endurheimta votlendi, endurheimta tjarnir og vött sem hafa verið ræst fram. Allra síðasta spurningin hér, mjög stutt. Mjög stutt. Takk fyrir gott erindi, Erla Bil heiti ég. Hefur einhverja skýring á því að það hefur komið fram í fuglatalningu hér á höfuðborgarsvæðinu núna af síðast ári að vaðfuglum hefur fækkað hérna. Hefur eitthvað heyrt það? Já, varðandi fækkun á vaðfuglum á höfuðborgarsvæðinu, að það myndi ég kannski frekar vilja horfa á svona til svona dálítið lengri tíma, ef við horfum svona dálítið lengra aftur, að ef við skoðum til dæmis norðurströnd skagan sem að Reykjavík stendur á, þá það bara allt eitt risastórt hafnarsvæði og svo eru örfáir grjótgarðar og þar en þannig að það búið að spilla mjög mikið af heppilegum vaðfuglabúsvæðum bæði á sumrin og veturnar. En það sem átt við Kópavoginn, já, ég hef tekið eftir þessu að það ekki mikið af fuglum í Kópavoginum, sérstaklega núna vetrarlagi. Ég hugsa að það kunni nú að vera önnur áhrif sem að spila þarna inn í, að það eru aðgengileg mjög fín vaðfuglasvæði núna vegna þess að veturnir eru mildir á miklu stærra svæði heldur en áður var, og meðan það kannski sótt í þessi litlu leirusvæði hérna á höfuðborgarsvæðinu, að þá hefðu til þess ekki svona góðan aðgangasvæðum eins og segjum Grunnafirði hérna fyrir norðan Akranes, þar sem eru núna mörg þúsund tjaldar á veturnar. Þetta svona, mér dettur þetta í hug. Við þökkum þá Einari bara kærlega fyrir þetta fróðlega erindi.
Takk fyrir.